Við ætlum að fara hins vegar aðeins aftur í Eyjafjörð, norðaustanverðan Eyjafjörð, þar sem að bjó Látra-Björg og Hermann Stefánsson hefur skrifað hana í bók sem heitir Bjargræði. Hermann, Bjargræði, skáldsaga eftir þig, en í þessari bók er Látra-Björg, löngu látið skáld, sögumaður. Ég valdi ekki efnið, heldur valdi efnið mig. Ég þekkti hann ekki. Ég er ekki alinn upp við hennar skáldskap, en rakst á hana bara. Ég fór að kynna mér bara eigin uppruna út fyrir Grenivík og lesa mig til bara eigin ætt og þessar slóðir. Mér langaði til að gera bara taka viðtöl við fólk sem bjóð hana. Þetta er allt í eyði, fór í eyði 44 síðast. Það er ennþá lifandi fólk sem bjóð hana, en þegar maður les sér til þessar slóðir rekst maður mjög fljótlega á Látra-Björgu og síðan rekst maður aftur á Látra-Björgu og kemst að því að hún er æðislegt skáld. Þetta er bara besta skáld 18. aldar, held ég, og hún einhvern veginn bara heltók mig og þetta byrjaði að suða á þess að ég ætlaði að skrifa skáldsögu þetta. Hún byrjaði bara að tala og svo talaði hún var sjómaður og bóndi, sinn eigin herra út á Látrum á Látraströnd við Eyjafjörð, kraftaskáld og menn óttuðust hana. Hún hitti alltaf í mark, hún var illa við valdi. Hún er mikil þjóðsaga og þjóðsagan segir hún hafi verið á flakki í 30 ár, ég held að það sé nú vitleysa. Hún var flökkukona einhvern tíma. Hún er ekki alþýðuskáld heldur, hún er hámenntuð og stórættuð, einhver stórætta manneskja Íslandssögunnar. Það er allt biskupar og sýslumenn og prestar í hennar ætt, en hún elst þarna upp og í þessari bók þá á hún erindi til Reykjavíkur sem hún kom til Reykjavíkur í lifandi lífi og viðeyjar og yrkir það, en hún kemur til Reykjavíkur og þar fund við mann sem á við hana eitthvað erindi, kallar hana til sín. Hún kemur að vissu lítið inn í okkar nútíma hérna í borginni. Hún kemur bara beint inn í nútíman og líst ekkert á hann. Og ekki borgarlífið. Hún kannski séð þetta núna í bandarísku forsetakosningunum. Þetta er ekki íslenskt fyrirbæri. Þessi rosalegi munur milli sveitar og borgar. Borgirnar eru bara svona svo búblur. Þú býrð í Reykjavík og síðan ferðu á einhverjar ráðstefnur og hvað sem þú ferð til New York eða eitthvað, ert alltaf í sömu búblinu. Það er meiri munur milli Reykjavíkur og bara Hveragerðis heldur en Reykjavík og New York eða eitthvað. Já, þannig að Björg kemur einhvern veginn bara inn í þennan tíma. Já, og er 300 ára gömul í ár og við það bætist tíminn. Hún er náttúrulega ekki úr nútímanum og lætur hann fá það óþvegið sem þetta megin alveg við. Það er mikið að gerast í kringum Björgu núna á þessum tíma. Maður heyrir nafnirnar hér og þar. Já, hún kemur út í nokkrum bókum núna og það er búið að reisa minnismerki hana í Grenivík og hún hefur alltaf verið lifandi hefð þarna fyrir norðan. Þetta skáld sem þoldi ekki hroka og hitti alltaf í mark og var svona ofboðslega fín í þessari músíka sem galdri, það sem ég er að reyna að gera í þessari bók. Að ná fram texta sem einhverjum galdri eða seið eða tónlist. Það er að vera að reisa annað minnismerki í Dalvík og svo er unnið að heimildamyndu, eða hún er svona í farvatninu og hefur verið í nokkur ár Björgu, vegna þess að við höfum ekkert efni á því að við höfum ekki það mörg góð skáld, þó að skáldið sé með kjaft, eða kannski ekki með kjaft, hún bara heitir í mark. Við höfum ekkert efni á því að henda svona almennilegu skáldi, sem eitt helsta skáld 18. aldar á Íslandi. Þannig að þetta hefur verið einhver uppljómun fyrir því að kynnast þessu skáldi. Hún er svo nútímaleg, hún er svo skjön við sinn tíðaranda og svo beitt og ekki í takti við einu sinni trúarlíf 18. aldar. Hún er bæði nútímalegri og meiri forneskja í henni. Þegar hún yrkir trúmál þá er það svona eins og hálfgert guðlast. En samt er hún trúið, enda ekki annað hægt á 18. öld. Hún heltók mig bara og ég var bara eins og transmiðl.